Já, góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, forstöðumaður stjórnsýslu og upplýsingamála, bæjarritari og auðvitað fjármálastjóri Fjarðabyggðar sem hér eru í fundarsal Fræðslumóla á Reyðarfirði. Eins og ég sagði frá síðasta fundi bæjarstjórnar, það var ástæða fyrir því að við erum hér með bæjarstjórnarfundin því að nú eru í gangi framkvæmdir á skrifstofu Fjarðabyggðar og því er ekkert að nota fundarsalinn þar. Þannig að bæjarstjórnarfundirnir munu flytjast hingað tímabundið. En ég býð ykkur hins vegar velkomin til 341. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og ég segi hann settan. Fundurinn er tekinn upp og streymt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Ég ætla að byrja því að leita afbrigða frá boðaðri dagskrá og taka fyrir fundargerð hafnarstjórnar númer 287 og fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 11. En í þeim fundargerðum eru gjaldskrár og grenndarkynning sem hljóta þurfa afgreiðslu hér fyrir bæjarstjórn. Eru allir sem að samþykkja það? Nei, ekki við. Ekki þið, ef við þá ekki að kjósa það, við sem skefum merkið þeir sem að samþykkja það. Og það er samþykkt með 5 atkvæðum. En fyrst á dagskrá er fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar tekin til fyrir umræðu í bæjarstjórn fyrir árið 2023 og 3 ára áætlun fyrir árið 2024 til 2026. Fundargerðir bæjarráðs númer 770 og númer 771 og þær verða bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum. Fræðslunefnda fundargerð númer 117, umhverfis- og skipulagsnefnd númer 10 og síðan númer 11. Þær verða bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum og síðan hafnarstjórn númer 286 og númer 287. Og þær verða einnig bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum. Síðan er það almenn mál og það er liður 7 sem er útsvar 2023, síðan gjaldskrá fasteignagjalda númer 2023, eða sem sagt fyrir árið 2023 og síðan breyting á deiliskipulagi Mjóararhafnar. En þá göngum við til dagskrár og fyrsta dagskrá er fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar árið 2023 ásamt 3 ára fjárhagsáætlun 2024 til 2026 fyrir umræða og Jón Björn Hákonarson bæjarstjóri mælir fyrir fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana 2023 til 2026 í fyrri umræðum. Gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar. Hér eins og við komum fram í kynningu forseta erum við að hefja fyrri umræðu fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2023, Fjarðabyggðar, sveitasjóðs og stofnana og síðan 3 ára áætlun fyrir árið 2024-2026. Ég mun hér í byrjun fara stuttlega yfir þá greinargerð sem fylgir fjárhagsáætluninni í formála-aðinni sem svona fer yfir þær forsendur sem við erum með þar undir nú og eins þau mál sem við viljum og höfum rætt að skoða sérstaklega milli umræðna en gert er ráð fyrir að síðar umræða fara fram í desember næstkomandi. Þá mun ég einnig fara svona yfir örfá lykiltölur jafnframt hér sem menn þekkja og hafa séð í gögnunum sínum sem liggja fyrir í fundarboði bæjarstjórnar og koma frá bæjarráði. Núna var afgreidd til umræðu hér þann 31. október var hún afgreidd hér til fyrri umræðu frá bæjarráði eins og lög gera ráð fyrir. En þá er það þannig að tillaga sú sem hér liggur fyrir í dag fyrir árið 2023 og 3 ára áætlun eins og áður segir fyrir árið 2024-2026 til fyrri umræðu og að venju samanstæðin tillagan að tölulegri umfjöllun annars vegar A-hluta bæjarsjóðs og hins vegar A- og B-hluta ásamt greinargerð sem menn sjá hér og verður ekki farið hér yfir í dag í máli en er í gögnum. Í A-hluta eins og bæjarfulltrúar þekkir er aðalsjóður og eignasjóður en í B-hluta eru veitustofnanir auk hafnarsjóðs, félagslegra íbúða og sorpstöðvar. Þá er líkt á síðustu ára áætlun sett fram sameinuð í eina fjárhagsáætlun fyrir komandi ár og svo næstu 3 ára. Það má með sanni segja að það séu miklar sviptingar í efnahagslífinu á Íslandi líkt og í löndunum í kringum okkur. Þegar COVID sleppti loksins tökunum þá eru þeir hörmungar atburðir í alþjóðasamfélaginu sem öll þekkjum að innrás Rússa í Úkraínu hófst sem bæði skapa skelfilegar aðstæður fyrir íbúa þess lands og leið miklar efnahagslegar áskoranir fyrir heimsbyggðina sem hefur töluverð áhrif hérlendis eins og annars staðar. Vegna þessa sem og annarra efnahagslegra þátta innanlands hefur verðbólga vaxið mjög á því ári sem nú er að ljúka og í því felst mikil áskorun fyrir rekstur Fjarðabyggðar líkt og annarra í þessu þjóðfélagi. Sveitarfélagið hefur í gegnum síðustu ár verið mikilli uppbyggingu á innviðum sínum og þjónustu íbúa sinna.
Það hefur kallað á fjárfestingar sem fjármagnaðar hafa verið með lántökum að hluta og aukning verðbólgu hefur því mikil áhrif á afkomu sveitarfélagsins. Einnig hafa kjarabreytingar og stytting vinnuvikunar mikil áhrif til aukningu rekstrarkostnaði Fjarðabyggðar sem og annarra sveitarfélaga og stofnana í landinu. Það er ljóst að alhlutinn eða sveitarsjóður, eins og við getum kallað hann, stendur verra vígin áður og ræður illa við verkefni rekstrarins og fjárfestingar. Því hefur bæjarstjórn sett sér það markmið að fara ítarlega yfir rekstur og þjónustu Fjarðabyggðar með það að leiðarljósi að ná niður rekstrarkostnaði sveitarsjóðs og leið fara yfir og greina þjónustu þess sveitarfélagsins til framtíðar litið. Verður sú vinna höfð að leiðarljósi við þjónustubreytingar en leið horft til þess að veita áfram góða þjónustu við íbúa. Þessi vinna er nauðsynleg til að gera sveitarfélagið fjárhagslega sterkara til framtíðar litið og þannig betur kleift að takast á áskoranir og uppbyggingu hverju sinni. Við munum áfram halda áfram að leggja sérstaka áherslu á starfsmannamál með hliðsjón af líðan starfsmanna á vinnustað og fyrirbyggjandi aðgerðum hvað varðar veikindi sem hægt er að grípa inn í til að varna fjárfestum sé þess nokkur kostur. Er það von okkar að þessar ráðstafanir skili sér í betri líðan og starfsánægju starfsmanna sem til framtíðar skili bættri þjónustu og þá leið fjárhagslegum ávinningi í tengslum við starfsmannaveltu og breytingar þeim tengdum. Það er nauðsynlegt eftir verkefni sem við hófum á liðnu ári, vonast til þess að ná betur og meiri sýnin en núna því að þetta sem við þekkja þá spilaði verulega inn í þær aðstæður sem vorum í og í lok síðasta ára og árinu sem nú er að líða sem COVID hefur haft ótrúlega mikil áhrif líka. Í tengslum við starfsmannaveltu hverju sinni hjá okkur og breytingar þeim tengdum verður metin þörf og þjónusta með það í huga að horfa til hagkvæmni í rekstri sveitarfélagsins leið horft til þess að þjónusta þessi áfram góð eins og verið hefur. Þá munum við líka að leggja áherslu áfram á innkaupamál sveitarfélagsins og horfa til þess að skoða kaup á þjónustu og vörum með það fyrir augum að auka kostnaðarvitund stjórnenda og starfsmanna og að tryggja leið betur að sveitarfélagið njóti ávallt sem hagstæðustu kjara hverju sinni. Áherslu eins og þessar er mjög mikilvæg með hliðsjón af fjárhags sveitarfélagsins til framtíðar litið, enda þessi málaflokkar stórir í rekstri þess í því tilliti. Þá er gríðarlega mikilvægt að nálgast verkefnið með langtíma hagsmuni að leiðarljósi, frekar ráðast í stórtækan skammtíma niðurskurð sem til framtíðar skilar ekki árangri rekstri. Nú þegar fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2023 og áðurnefnd 3 ára áætlun fer hér til fyrri umræðu, þá liggur fyrir að vænt rekstrarniðurstaða í árslok 2023 í A-hluta eða sveitarsjóði er jákvæð 129 milljónir króna. Það er full ástæða til að fagna þeirri niðurstöðu sem er viðsnúningur frá áætlaðri útkomu þessa árs sem nú er að líða, sem gerir ráð fyrir tapi á rekstri sveitarsjóðs upp á tæpar 120 milljónir, sem fyrst og sem liggur í verðbólgu og aukinni greiðslu lífeyrisskuldbindingu. En ljóst er þó að til þetta náði fram að ganga þurfa forsendur að ganga eftir í tekjuspám útgjöldum sem kallar á mikinn aga af hálfu stjórnenda sveitarfélagsins. Tekjur sveitarfélagsins munu aukast á komandi ári og gert er ráð fyrir að staðgreiðslutekjur aukist 7,3% frá árinu 2022 og er það gert ráð fyrir að lóðina verði veitt, þó í minna mæli en á núverandi ári. Er það mat sveitarfélagsins að tekjuspá þessi sé eigi að síður varfæri. Hefur sveitarfélagið gegnum tíðina ávallt nálgast tekjuspár sínar með varfærnum hætti og engin munur á nú og gerum við ráð fyrir heildarskatttekjur verði 6.366 milljónir króna. Það er þó rétt að hafa í huga eins og ávallt að Fjarðabyggðarhafnir er annar stærsti hafnarsjóður landsins og stærsta löndunarhöfn landsins í uppsjávarafurðum sem gerir það að verkum að sveiflur í veiðum og verðum slíkra afurða hafa mikil áhrif ófyrirséð á fjárhag sveitarfélagsins. Engu að síður er full ástæða til ákveðnar bjartsýni, þó við reynum að stilla því í hóf að þær veiðar verði í ákveðnu jafnvægi á komandi ári. Það er gert ráð fyrir því í fjárhagsárinu 2023 að álagningarhlutfall fasteignaskatts íbúðarhúsnæðis lækki úr 0,48% sem var niðurstaðan að lækka frá 0,5% á þessu ári í álagningarstöðunni 0,424%. Er með þessu verið að koma móts við mikla verðmætahækkun íbúðarhúsnæðis í Fjarðabyggð sem tekur mið eins og bæjarfulltrúar þekkja á söluverðmæti fasteigna í hverjum sveitarfélagsins á þessu ári. Það er mikið ánægjuefni að íbúðaverð fari hækkandi og leið skapist grundvöllur til nýbygginga í sveitarfélaginu sem kemur á móts við húsnæðiskost sem verið hefur mikið í hverjum Fjarðabyggðar og staðið okkur að mörgu leyti fyrir þrifum.
Engu að síður birtist í þessum og með þessu verði þá hvatinn ennþá meiri til að byggja. Engu að síður birtist í þessu breytingum á fasteignaverðmæti milli ára sá vandi sem bundinn í uppbyggingu fasteignagjalda sem tekjustofns sveitarfélaganna í þeirri mynd sem þau eru núna og sveiflum milli ára. Brýnt orðið að fara í endurskoðun og uppbyggingu þeirra en slíkt verður ekki gert nema með viðræðum milli ríkis og sveitarfélaga enda þessi mikilvægi tekjustofn sveitarfélaganna bundinn í lögum. Þá er gert ráð fyrir í komandi áætlun að gera breytingar á álagningu vatnsgjalda á árinu 2023. Í stað þess að þau séu reiknuð út frá prósent af fasteignamatsstofni verður álagt vatnsgjald bundið föstu gjaldi auk síðan gjaldi á hvern fermetra matseiningar. Með þessari breytingu verður horft til stærðar húsnæðis í stað verðmætis og þannig næst meiri jöfnuður milli húseigenda í sveitarfélagi. Milli umræðna engu að síður fjárhagsáætlun eins og menn þekkja sem nú fer til síðari umræða þessum fundi loknum þarf þó að vinna sérstaklega með 2 málefni sem þarfnast frekari skoðunar. Annars vegar verður sérstaklega farið yfir stöðu úrgangsmála í sveitarfélaginu en kostnaður við þann málaflokk hefur vaxið mjög síðasta árið og síðustu árin og ljóst með hliðsjón af komandi löggjöf úrgangsflokkun og borga þegar hentir eins og menn þekkja, þá mun sá kostnaður aukast enn frekar á komandi árum ef ekki verður gripið til ákveðna breytinga á þeim málaflokki hjá okkur. Tími verða núna notaðar þessi rúmi mánuður milli umræðna til að vinna sérstaklega í tillögugerð vegna þessa málaflokks fyrir síðari umræðu fjárhagsáætlunar, svo bæjarstjórn geti tekið það ákvarðanir hvað varðar móttökustöðvar, grenndarstöðvar og gjaldtöku. Ljóst að þetta gríðarlega stórt og umfangsmikið mál. Þetta mál sem snertir öll sveitarfélög og sú breyting sem boðuð eins og áður sagði á komandi löggjöf í kringu það gerir það verkum. Engu að síður þetta gríðarlega mikilvægt því að við vitum það öll og þekkjum að til langtíma litið verðum við að auka flokkun, minnka urðun. Það ekki bara stórt mál hvað varðar nýtingu þess efnis sem frá okkur fellur, heldur einnig líka loftslagsmál. Hins vegar þá þessum mánuði mun vera líka unnin úttekt á viðhaldsþörf íþróttamannvirkja í Fjarðabyggð fyrir síðari umræðu eins og áður segir til að ná utan þann mikilvæga málaflokk. Niðurstaða þeirra samantektar mun vera notuð sem innlegg í stefnumörkum bæjarstjórnar sem ráðist verður í á árinu 2023 framtíðarskipulag og uppbyggingu íþróttamannvirkja í Fjarðabyggð. Samhliða þessum áherslum verður öll áætlunin tekin til frekari skoðunar milli umræðna með það fyrir augum að styrkja rekstrargrundvöll sveitarsjóðs til framtíðar litið. Biðst um velvirðingar, ég gleymdi að setja á hljóðlátt. Þá gert ráð fyrir að hægja á fjárfestingum sveitarsjóðs á árinu 2023 til að koma móts við þenslu og draga úr útgjöldum meðan komið upp böndum og verðbólgu hér á landi. Helstu fjárfestingar verða vegna stækkunar leikskólans Dalborgar á Eskifirði og stefnt að ljúka framkvæmdum við skjalageymslu sveitarfélagsins sem leysa mun á hólmi önnur geymsluhúsnæði og til framtíðar litið skila hagræði. Ásamt nokkrum minni fjárfestingum sem ráðist verður í. Aðalfjárfesting Hafnarsjóðs verður áfram í höfninu á Eskifirði þar sem stefnt að því að ljúka nú þeirri hafnarframkvæmd sem við fiskuveiði og frystigeymslu Eskju og hefja undirbúning að stækkun Strandabryggju á Fossvogi ásamt því að ljúka þar við framkvæmdir á nýju húsnæði þjónustumiðstöð sem þar risið. Eins og verið hefur, þrátt fyrir þetta, hefur undanfarin ár leggur fjárhagsáætlun sveitarfélagsins áfram áherslu á velferð fjölskyldufólks í Fjarðabyggð. Við gerð komandi fjárhagsáætlunar munum flesta gjaldskrár hækka í takt við verðlagsbreytingar eða 4,9% sem ætlaðar eru. Fæðisgjaldskrá grunnskóla og gjaldskrá leik- og tónlistarskóla standast vel samanburð við önnur sveitarfélög, hvort sem við horfum til systkinaafslátt, afsláttarkjör milli frístundaheimila og leikskóla, systkinaafslátt leikskólagjalda og tónlistargjalda eru með því hagstæða sem gerist á landi. Þá eru skólamáltíðir hér gjaldfrjálsar. Með þessu lögð áhersla á velferð fjölskyldufólks í Fjarðabyggð og sýndi það sé vel daginn í könnun sem gerð var við ASÍ þar sem kemur fram að lægsta skólaþjónusta landinu er að finna í Fjarðabyggð. Einnig verður unnið áfram á næsta ári að útfærslu á almenningssamgöngukerfi sem við hleyptum á stokkunum á haustdögum 2021 sem tengir sveitarfélagið frá Breiðdal til Norðfjarðar með reglulegum ferðum
og með tengingu við ferju til Mjóafjarðar. Þetta var mjög mikilvægt skref sem stigið var til að auðvelda íbúum til að sækja hvað sem atvinnu, íþróttir, menning og félagslíf eða nám þvert á sveitarfélagið. Almenningssamgöngukerfið eins og áður segir verið í þróun nú á þessu ári með það fyrir augum að festa þess sessi til framtíðar sem mikið framfara mál fyrir Fjarðabyggð sem heild. Það verður unnið að því áfram á árinu 2023 og fyrstu vísbendingar gefa til kynna að nýting ferða vel flestra framar þeim vonum sem við höfðum í byrjun og mun gera það að verkum að við horfum til framtíðar með þetta. En það er einnig sýnt að sterkir innviðir þessa sveitarfélags höfða og vekja áhuga á fjárfesta. Þessi áhugi hefur náttúrulega einkum beinst af atvinnuuppbyggingu í hafnsækinni starfsemi eins og við þekkjum. Þetta má meðal annars sjá í uppbyggingu fiskeldis sem án efa mun halda áfram á komandi árum. Slíkt mjög mikilvægt og gera má ráð fyrir að fiskeldi verði ein stoðin enn undir öflugt atvinnulíf Fjarðabyggðar ásamt sjávarútvegi, álframleiðslu, þjónustu, hvort sem opinber eða í kringum það, landbúnað og fleira. Áfram horft til uppbyggingar í ferðaþjónustu sem hefur verið að styrkja sig mjög í sessi síðustu ár. Þá áfram verður horft til að vinna að uppbyggingu græns orkugars hér á Reyðarfirði, þar sem höfuðáherslan verður á framleiðslu rafeldsneytis og hefur unnið að á síðastliðnu ári. Hér á ferðinni stórt og mjög mikilvægt verkefni sem renna mun enn frekari stoðum undir uppbyggingu sveitarfélaginu leið og þetta mikilvæga umhverfismál hefur með orkuskipti samfélagsins og baráttu við loftslagsvána að gera. Mun sveitarfélag áfram leggja mikla áherslu á þróun þessa verkefnis á árinu 2023 enda það markmið okkar að Fjarðabyggð verði miðstöð framleiðslu rafeldsneytis á Íslandi í framtíðinni og leið mun verða sá staður sem hefur hvað mest undir hvað orkuskiptin hefur að gera. Allt þetta sýnir að sveitarfélag hefur gríðarlega sterka stöðu nú og til framtíðar litið. En eins og við þekkjum þá þessi fjárhagsáætlun sem hér lögð fram til fyrri umræðu unnin með hliðsjón af fjármálareglum og fjárhagslegum viðmiðum sveitarfélaganna samkvæmt sveitarstjórnarlögunum númer 138 frá árinu 2011. Aðeins í sambandi við helstu tölur eins og bæjarfulltrúar þekkja og sem við höfum komið hér inn á, að þá í þessari fjárhagsáætlun gert ráð fyrir að skatttekjur, heildarskatttekjur verði 6.366 milljónir króna. Það samanstanda útsvari, staðgreiðslu, framlög jöfnunarsjóðs, fasteignaskatti og lóðarleigu. Útsvarshlutfall breytist ekki milli ára en við gerum heldur ekki ráð fyrir eftirálagningu útsvars í þessari áætlun eins og við höfum gert síðust ár. Eftirálagning nam á árinu 2022 197 milljónir króna eins og þekkt en við höfum ekki gert ráð fyrir slíku í komandi áætlun frekar en fyrir dag. Við gerum eins og áður segir og hér við gerum tillaga á eftir sem bæjarráð hefur samþykkt að lækka álagningarhlutfall íbúðarhúsnæðis, fasteignaskatts íbúðarhúsnæðis í 0,424 til að koma móts við verðmætahækkunina. Við horfum til þess að það öðru leyti álagning og svipaðar tekjur sem að koma á vatnsgjaldi og fráveitu en hækkunin á sorphirðu og sorphreinsigjöldum en það verður tekið til frekari skoðunar einnig milli umræðna í tengslum við þau mál í heild sinni. En sú gjaldskrá sem samþykkt var nú til sem forsenda áætlunar gerir ráð fyrir hækkun þar umfram verðlagshækkanir. Við gerum ráð fyrir því og það eins og við öll þekkjum að það heilmikil óvissa fyrir komandi kjarasamninga. Það er kannski setning sem áður hefur heyrst í tengslum við kjarasamninga, það ríkir einhver óvissa og þess vegna höfum við tekið til hliðar 254 milljónir króna tæpar og sem eru í liðnum óvissu útgjöld til að mæta mögulegum breytingum vegna komandi kjarasamninga og svo verður að koma í ljós náttúrulega hvernig þau mál þróast þegar slíkar viðræður fara í gang á fullum krafti. Við gerum ekki ráð fyrir á komandi ári að fjármagna fjárfestingar með langtímalánum, hvorki á árinu 2023 né 2023-2026, en skammtímalán á þessu ári upp á 100 milljónir sem verður endurgreitt á árinu 2024. Við áætlum fjárfestingar á árinu 2023 muni verða 785 milljónir króna í A- og B-hluta sveitarfélagsins eða samstæðunar og heildarfjárfesting næstu 4 ára áætluð 3,1 milljarður og þar af 855 milljónir króna í A-hluta. Næsta árs fjárfestingar í sveitarsjóði eða A-hluta eru 200 milljónir króna, í hafnarsjóði 450 milljónir króna og í veitum og öðrum fyrirtækjum 135 milljónir króna. Eins og áður segir 785 milljónir í fjárfestingar. Áætluð rekstrarniðurstaða eins og áður sagði hér í fyrr 129 milljónir
í A-hluta sveitasjóðs í lok árs 2023 sem nokkur viðsnúningur frá tapi þess árs sem vænt eins og hefur komið fram sem við væntum í útgönguspám að verði 119 milljónir rétt rúmar út frá verðbólgu og lífeyrisskuldbindingum, útgreiðslu lífeyrisskuldbindinga. Þá áætlað rekstrarniðurstaða á B-hluta verði 528 milljónir í lok ársins 2023 jákvæðri niðurstöðu. Háar afborganir af langtímalánum skýra mestu að veltufjárhlutfall okkar áætlað 0,8 í árslok 22 til 2024 en árið 2024 fara afborganir langtímalán lækkandi eða tæpar 140 milljónir og þar með hækkar veltufjárhlutfallið frá því ári. Eitt skilyrði sveitarfélaganna að samanlögð heildarútgjöld sé á hverju 3 ára tímabili ekki hærri en samanlagðar reglulegar tekjur. Því viðmiðið nær fjarlægði ekki árunum 2020 til 2023 eða síðustu, en frá árinu 2024 gerum við ráð fyrir þessu skilyrði verði náð að nýju, en þessi hluti sveitarfélaganna var tekinn úr sambandi í tengslum við COVID. Við gerum ráð fyrir því að skuldahlutfall lækkis úr 115% sem var það á árið 2020 í 92% árið 2026 í framtíðar sýn okkar. Þannig að góði bæjarfulltrúar, þetta eru svona þau helstu áherslur sem við tæpum hér í byrjun og hér við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar. En eins og komið fram þá gefum okkur það að við þurfum að vinna í tveimur mjög mikilvægum málaflokkum eins og áður hefur sagt til þess að fara betri við forsendur þeirra. Annars vegar náttúrulega úrgangsmálum, hins vegar líka bara meta viðhaldsþörfina vítt. Það hefur komið fram umræða í íþrótta- og tómstundum og fara í heildarstefnumótun í íþróttamannvirkjum og til þess að hún sé unnin þá þurfum við að hafa þær forsendur. Þannig að við þurfum að nýta þennan rúma mánuð vel til þess að koma með þessar tillögur inn að borðinu. Við munum líka gefa okkur það að halda áfram að rýna ýmsa þætti fjárhagsáætlunar og sannreyna þá og horfa til bara rekstursins í heild. Það svona ekki bara gert hér eins og áður komið fram, ekki bara í gerð fjárhagsáætlunar hverju sinni. Það gert líka í raun og veru við hverjar breytingar sem verða í sveitarfélaginu að þá sé það áallt uppi hvernig við getum náð sem bestum og hagfelldustum rekstri en leið staðið vörðum þá þjónustu sem við viljum veita okkur íbúum. Hún sé góð og hún sé í samræmi þá lífsskilyrði sem við viljum skapa okkar fólki hér og gerum leið fjarðarbyggðar eftirsóknarverðum stað til þess að búa áfram. Það mun án efa reyna mjög á. Það þetta í fjárhagsáætlun núna vinnum við með spá Þjóðhagsstofnunar verðbólgu næsta árs. Það vonandi að sú spá gangi eftir en auðvitað ákveðnar óvissur upp það að hún geti orðið meiri en spáði nú. Það gerir það verkum að við þurfum líka bæði sem bæjarstjórn eða nefndir sveitarfélagsins og sem stjórnendur að sýna gríðarlega mikla ráðdeild í okkar rekstri. Við þurfum að rýna vel alla þætti þess. Við þurfum að gæta þess mjög af hvernig við munum halda þann fjárhagsramma sem út hefur verið gefinn og sé þess ekki kostur í einhverjum ákveðnum tilvikum. Þá séum það sérstaklega fjallað og tekna þá ákvarðanir hvernig því skuli mætt. Þetta svo sem ekki ný saga. Þetta ekki nýsanlegt, þetta heldur þau sem ávallt eru höfð til grundvallar. En í árferðin sem nú þá reynir á þetta sem aldrei fyrr. Það svo aftur þetta annað og önnur umræða sem við tekið áður, sem full ástæða til á vettvangi sveitarfélaganna, ekkert bara hvort sem við erum að ræða uppbyggingu fasteignagjalda sem tekjustofns. Þá það líka einnig og það verður á grundvelli og vettvangi sveitarfélaganna og samvinnu þeirra að taka áfram umræðu fjárhagslega skiptingu milli ríkis og sveitarfélaga sem því miður hallar á að mati sveitarfélaganna. Veitum ekki hvort að ríkið taki undir það. En í þeim efnum, í þeirri þjónustu sem okkur gert að veita, þá sé það full ástæða til þess að endurskoða þá þætti. Því að margar af þeim forsendum, hvort sem eins og áður hefur sagt, hvort sem í málefnum fatlaðs fólks eða flutningi í grunnskólans á sínum tíma, það getur ekki hafa verið meitlað í stein hvernig að þeim fjármögnun þeirra verkefna hafi staðið. Við erum sannarlega með nýjar áskoranir, við erum með nýtt samfélag undir sem þarf og breyting á þjónustu og þjónustuþörfum sem þarf að mæta. Sveitarfélögin hafa sannarlega gert það
en það hefur tekið á í rekstri þeirra og því orðin full ástæða til þess að það sem samskipti séu rýnd með mjög ábyrgum hætti og hratt við ríkinu. Þannig að við séum sem stjórnvald á móti ríkinu að fá þær tekjur sem við þurfum til að mæta þeim útgjöldum sem við þurfum að standa undir í okkar rekstri og þjónustu. Það var ekki fleira, forseti. Og þakka þér fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð. Nú orðið laust fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar. Þórdís Mjöll, gjörðu svo vel. Hæstvirti forseti, bæjarstjóri og aðrir bæjarfulltrúar. Við samþykkjum að vísa fjárhagsáætluninni til seinni umræðu bæjarstjórnar, en við höfum samt miklar áhyggjur af stöðu mála og teljum að ganga þurfi mun lengra í aðhaldi í rekstri. Það er rétt sem kemur fram í inngangi bæjarstjóra að lítið má út af bregða til að áætlunin standist, því enn vantar nokkra liði. Til að mynda teljum við að það sé vanáætlað í snjómokstri að öllum líkindum, eins varðandi viðhald og þá er ekkert áætlað varðandi veikindalaun til dæmis. Við þurfum einfaldlega að gera betur og treystum því að við munum vinna að því á milli umræðna. Takk. Takk fyrir þetta, orðið laust. Jón Björn, gjörðu svo vel. Já, forseti, bara aðeins til þess að bregðast við, einmitt eins og kemur fram hér í máli Þórdísar. Sveitarfélagið er á sínum tíma eða núna á þessu ári og höfum við breytt út frá þeirri venju. Áður vorum við með svokallaðan veikindapott til þess að mæta þessum veikindalaunum sem var nú, skulum orða það, hann var nú ekki stór og á hverju ári. En við ákváðum að horfa til þess að í tengslum við að við værum að horfa til og ná betur utan líðan starfsmanna fleira, að leið sem hluta þeirri vinnu, þá greinum við til þessu ári veikindalaun og eins og með munum þá vorum við hér með viðaukun daginn í tengdu til þess að sjá stöðu þeirra og gera okkur betur stöðu þeirra gera okkur betur grein fyrir stöðu þeirra með reglubundnum hætti og leið að rýna rekstur viðkomandi stofnana. Sumar stofnanir þurfa á því að halda að fá viðbót, aðrar geta mætt þessum öðrum hætti innan síns rekstur sem þá móti kemur. Þannig að það er gert ráð fyrir slíku áfram í okkar áætlunum. Við höfum ekki farið þá leið sem margir gera að áætla ákveðna prósentu af launakostnaði hvers árs í veikindalaun. Heldur teljum að það gefur raunsannari mynd og leið kannski ýta undir það betur að við höldum þétt utan þá vinnu sem við viljum vinna með líðan og starfsmanna á vinnustað. En sannarlega það er vinnu að hafa milli umræðna og við munum taka þá umræða áfram og vinna með þau málaflokka bæði sem við kynnti áðan og aður en þau mál sem bæjarfulltrúar vilja leggja til grundvallar. Takk fyrir það. Orðið laust fjárhagsáætlun. Þá ætla ég að fá aðeins að taka til máls fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar. Við langar nú bara til þess að byrja á að þakka sérstaklega fjármálastjóra, bæjarstjóra, sviðsstjórum, formönnum nefndafólki, bæjarfulltrúum og öðru starfsfólki sem kom að þessari vinnu að gera fjárhagsáætlunar fyrir velunnin störf. Og nú eins og er búið að koma hér fram þá er fjárhagsáætlun 2023 og fjárhagsáætlun fyrir til 3 ára lögð hérna fram í fyrri umræðu í bæjarstjórn og bæjarstjóri hefur farið vel yfir áætlunina. Lagt er til að álagningarhlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði lækki úr 0,48% í 0,424% sem var samþykkt af bæjarráði, sem er mjög gott og ég tel það jafna þau stökk sem verða á milli ára við hækkun fasteignamats. En við munum halda áfram áherslum okkar á velferð fjölskyldufólks í Fjarðabyggð og eins hefur komið fram hérna á undan þá hækka flestar gjaldskrár í takt við verðlagsbreytingar en gjaldskrá í leikskóla og tónlistarskóla og ásamt gjaldfrjálsum skólamáltíðum standast vel samanburð við önnur sveitarfélög og eru með því hagstæðasta sem þekkjast á landinu. Fjarðabyggð sem og önnur sveitarfélög glíma við margar áskoranir núna í rekstri og fjármögnun lögbundinna verkefna.
sem fer sífellt fjölgandi vegna ákvarðana ríkisvaldsins, þar sem að fjármagni hefur ekki fylgt með, en við þurfum hins vegar að gera rekstur sveitarfélagsins meiri sjálfbæran. Verðbólgan bitnar á öllum sveitarfélögum á landinu og þar er Fjarðabyggð ekki undan skilið, en við verðum að leitast inn á við og hagræða og reyna að gera reksturinn sjálfbæran. Og ég tel að allar nefndir hafi gert það og komið með góðar og heilsteyptar tillögur að borðinu og þetta gerist ekkert á einni nóttu. Þetta er langklöpp og þess vegna er ég virkilega ánægð með þá vinnu sem var og hefur verið núna í nefndum Fjarðabyggðar. Þar sem að ég tel allt nefndarfólk vinna vel saman að því að mynda stefnu og heildarsýn á hvert við stefnum sem sveitarfélag. Þar sem að áhersla er á þjónustubreytingar en ekki þjónustuskerðingu. En það er rétt að á milli umræða þá munum við halda áfram að skoða fjárhagsáætlunina vel. En það var ekki meira frá mér. Orðið er ennþá laust. Enginn hefur beðið orðið og þá ætla ég að bera upp að vísa fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2023 ásamt 3 ára fjárhagsáætlun 2024 til 2026 til síðari umræðu í bæjarstjórn og þau sem það samþykkja gefa merki. Og bæjarstjórn samþykkir með 9 atkvæðum að vísa fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar ásamt 3 ára fjárhagsáætlun til síðari umræðu. Þá erum við komin í lið 2 og 3 sem eru fundargerðir bæjarráðs númer 770 og númer 771 og orðið er laust fundargerðir bæjarráðs og Þuríður Lillý Sigurðardóttir hefur beðið orðið gjörðu svo vel. Frú forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Mér langar að koma hér aðeins inn í fjarveru Stefán Þórs, formanns bæjarráðs og mér langar að nefna, ef ég fer fyrst í fundargerð 770, þá langar mér fyrst að nefna mál 2.3 sem er opinber heimsókn forsetahjónanna til Fjarðabyggðar. Við fögnum því að forseti og frú séu að koma í heimsókn til okkar og vonum að bæjarbúar sem og aðrir taki vel á móti þeim. Búið er að vinna flotta dagskrá fyrir komu þeirra eftir óskum forseta. Því miður er ekki hægt að heimsækja allar stofnanir og öll fyrirtæki sveitarfélagsins en reynt verður eftir fremsta megni að heimsækja þá staði sem forsetinn hefur ekki komið á áður og sýna honum hvað sveitarfélagið okkar hefur upp á fjölbreytt og blómlegt atvinnulíf að bjóða og flotta byggðakjarna í mikilli uppbyggingu. Þannig að við erum bara mjög spennt fyrir því. Svo voru teknar fyrir á þessum fundi allnokkrar gjaldskrár sem fela flestar í sér 4,9% hækkun eins og áður hefur komið sem er bara í samræmi við verðlagsbreytingar. En ég vil þó taka undir með Hjördísi og Jóni Birni að þetta eru, þó þráttur þessar hækkanir þá eru gjaldskrár sveitarfélaginu mjög sanngjarnar og sérstaklega þegar litið til sveitarfélaga svipari stærðargráðu og við megum vera stolt af því að bjóða upp á góða þjónustu og sanngjarnu verði. Og til að mynda leikskólagjöldin sem eru bara mjög svona hagstæða við teljum og að mikilvægt að öll börn geti notið sömu menntunar og þjónustu. Sá málaflokkur sem við þurfum að skoða og líklega kemur til að hækka úrgangsmál. Það eru miklar áskoranir framundan í þeim efnum og í samræmi við nýja reglugerð sem á innleiðum komandi áramót er erfitt fyrir okkur að gera annað en að breyta þeirri gjaldskrá og þá sérstaklega verð fyrir losun úrgangs sem þarf að urða. Þegar litið til gatnagerðargjalda þá verður sett upp nýtt og aðgengilegra kerfi til að lista upp lóðir í sveitarfélaginu og það er langt á veg komin vinna við það. Þar verður jafnframt endurskoðaður afsláttur og tilgreindur sérstaklega fyrir hverju eina lóð en afsláttur verður áfram allt að 75% en þó breytilegu með tilliti byggðakjarna, eðli lóðar og fleira. Annars var það ekki fleira sem ég vildi koma inn á undir fundargerðum bæjarráðs. Takk fyrir. Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég fundargerðir bæjarráðs númer 770 og númer 771 upp til samþykktar og þau sem hana samþykkja vinsælast gefi merki. Þau sem hana samþykkja vinsælast gefi merki. Og fundargerðir eru samþykktar með 9 atkvæðum. Næsta dagskrá er fundargerð fræðslunefndar númer 117
orðið er laust hana. Birgir Jónsson hefur beðið orðið, formaður fræðslunefndar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langaði að koma hérna og ræða nokkra liði í þessari fundargerð. Fyrsti liðurinn var liður 4.1 sem var heimsókn skólastjóra leikskólana Dalborgar og leikskólans Lyngholts á fundin til okkar. Og þar gerðu þær grein fyrir starfsáætlun skólana og já, svona, þetta gaf okkur mjög góða mynd af því þróttmikla starfi sem í gangi í leikskólunum, þróunarverkefni og fleira sem er svo sannarlega af henni góða. Og kannski eitt mál sem mig langar svona að beina til okkar allra hér og það var komið aðeins inn á hérna áðan varðandi framkvæmdir í leikskólanum Dalborg að við reynum að hafa það þannig að sem minnst rask skapist fyrir börn. Ég veit að það er mjög erfitt að ætlast til þess að verktakar séu komi á ákveðnum í ákveðnum götum, fríum og slíku, en við þurfum að gera allt okkar til þess að í rauninni ýta undir það að þessar framkvæmdir feli sem minnst rask fyrir starfið. Síðan undir lið 4.2 sem er starfs- og fjárhagsáætlun fræðslunefndar, þá langar mig að ræða að nú er í gangi starfshópur sem við erum að fara að setja fram áætlun til 3 ára í fræðslu- og frístundamálum og við vinnan er sem sagt komin vel af stað. Það er verið að í rauninni verið að efna til samráðs við ótal hópa, starfsfólks í skólum, nemenda, ungmennaráðs, eldri borgara og svo framvegis. Þannig að það er sem sagt verið að vinna með þetta í þessum hópum og við vonumst til þess að vera komin með þessar tillögur í desember. Þannig að það er verið að vinna hratt og vel og ansi margir aðilar sem koma að þessu verkefni. Síðan er það liður 4.4 sem eru skólamáltíðir grunnskóla, þar sem að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í nefndinni lögðu fram tillögu að taka upp aftur fæðisgjald fyrir máltíð í grunnskólum. Og mig langar kannski að benda á nokkur atriði í þessu. Tillagan var felld í nefndinni og við fulltrúar Framsóknar Fjarðalista bókuðum það að þetta væri liður í stefnu Fjarðabyggðar að sveitarfélagið sé barnvænt samfélag. En þegar að þessi tillaga er skoðuð þá eru margar spurningar sem vakna. Þarna er bara talað grunnskóla og síðan er ég ekki alveg viss með upphæðina. Þegar upphæðin er skoðuð þá stendur þarna 50 milljónir á ári, 300 krónur fyrir máltíðina og ég veit ekki hvort að það er það að óvissa með hvað eru mörg börn í grunnskólanum Fjarðabyggðar eða hvað eru margir dagar í skólaárinu. Af því að þegar ég reikna þetta dæmi þá fæ ég út mun lægri upphæð eða 38 milljónir og þá miðast við það að öll börn myndu kaupa máltíðina sem að þegar að það tekið gjald þá var það ekki raunin, þannig að enn lægri upphæð er að ræða. Þannig að ég veit ekki hver í rauninni tilgangurinn með tillögunni er annað en að slá ryki í augu fólks. Takk fyrir mig. Orðið er laust fundargerð fræðslunefndar. Jóna Sigfúsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel.
forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að ræða fundargerð fræðslunefndar nr. 117 og fara beint í lið nr. 44 þar sem fjalla skólamáltíðir. Við í Sjálfstæðisflokknum komum með þá tillögu að hætta gjaldfrjálsum skólamáltíðum og fara að rukka 300 krónur fyrir máltíðina. Bókun Sjálfstæðisflokksins er svohljóðandi. Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að horfið verði frá gjaldfrjálsum skólamáltíðum í grunnskólum Fjarðabyggðar. Lögð er fram tillaga að fæðisgjaldið fyrir máltíðina í grunnskólum verði 300 krónur. Þrátt fyrir þessa hækkun verður Fjarðabyggð áfram með eitt lægsta gjald skólamáltíða í grunnskólum landsins. Áætluð tekjuaukning við þessa er 50 milljónir króna á ári. Þessi tillaga var felld af Fjarðalista og Framsóknarflokknum og ítrekuðu fulltrúar þeirra flokka að með því að skólamáltíðir séu gjaldfrjálsar sé öllum börnum á grunnskólaaldri í Fjarðabyggð tryggt aðgengi að heitri máltíð, óháð efnahag og að það sé mikilvægur liður í þeirri stefnu að Fjarðabyggð sé barnvænt samfélag. Nú finnst mér ekki alveg fara saman hljóðmynd. Það að vera að hækka alla gjaldskrár, taka lán og þess háttar, en ennþá erum við með fríar skólamáltíðir. Það er ekkert barn látið svelta í Fjarðabyggð. En hvernig á að borga fyrir þessar fríu skólamáltíðir? Það er nefnilega ekkert sem heitir frítt. Verður ekki bara tekið lán fyrir þessu eins og ýmsu öðru og á endanum þarf kynslóðin sem fékk svo fría skólamáltíðir að borga þær sjálf. Og svo ég tala nú ekki matasóuna sem verður með þessu, er eitthvað búið að kanna hver hún er. Það er nefnilega þannig að allt sem við gerum varðar börnin okkar. Til dæmis viðhald skólamannvirkja, viðhald íþróttamannvirkja og svo ég tali nú ekki lántökur. En þær eru einna helst það sem varðar börnin okkar. Því það eru komandi kynslóðir sem þurfa að borga fyrir lánin sem verið er að taka og fara í þann niðurskurð sem við förum ekki í. Og varðandi kostnaðinn, svo ég svari honum, þá er ekki búið að reikna hann í þaula. Við gróflega reiknuðum hann og bárum hann undir fjármálastjóra sem sagði að þetta væri nærri lagi. Enda er ástæðulaust að reikna þetta í þaula ef enginn vilja fyrir. Takk fyrir. Við laustum fundargerð fræðslunefndar og Jón Björn Hákonarson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ég fá að segja þetta nokkur aðeins fundargerð fræðslunefndar, kannski sérstaklega þá ræðið sem hér á flutt síðast og fjallar gjaldfrjáls skólamáltíð. Ég hef áður sagt það að það er eðlilegt að á því getur verið áherslumunur bara milli pólitíska afla hvernig þið vilja sjá hlutum háttað. Það er eðli stjórnmála og eðli það hvernig þjónustumenn vilja veita eða hvernig er. En mér finnst nú kannski rétt að kannski svona koma að nokkrum atriðum í þessum málflutningi. Sérstaklega hvað varðaði lántökurnar til þess að standa undir skólamáltíðum. Það reyndar er svolítið sérstakt að heyra Sjálfstæðisflokkinn tala að leggja aftur á gjöld á skólamáltíð. Því að sá flokkur allavega með við yfirlýsingar síðasta landsfunda sem haldin var helgina, gekk út á það að boða stórfelldar skattalækkanir, skildist mér á næsta kjörtímabili í landsmálum og þeir hafa svona frekar sá flokkur eðlilega og tala fyrir því og það er í hans stefnu bara að leggja ekki álögur á fólk umfram það sem þörf er. Þá er það sérstakt að menn vilji hverfa frá því hér að hér hafi verið teknar álögur af barnafólki. Því fólki sem ég hélt að væri hvað mestri þörf fyrir ákveðin stuðning. Fólk sem ungt fólk með börn, sem hefja sína vegferð í efnahagsástandi sem ekkert sérlega þægilegt núna. Það sem verðbólga er vaxandi, sem lán hækka, sem hefur áhrif á húsnæðisskuldir þeirra eða þá sem á leigumarkaði, að hvort þess þá sé ekki ástæða einmitt til þess að styðja það fólk. En þá sé ástæða til að leggja gjöld á hann í. Við getum haft á því skoðanir hvernig skuli skipt byrðum samfélagsins eða hvernig skuli staðið að þjónustu eða hvaða þjónustu. En mér finnst þetta ekki alveg fara heim og saman, þessi mynd sem uppi dregin. Að fara í þá aðgerð sín tíma að gera skólamáltíðir gjaldfrjálsar var ekki bara það að tryggja það og það er bara svo merkilt að það er ekki tengt efnahag endilega hvort börn fái að borða. Það getur verið tengt ótal öðrum þáttum og með þessu er tryggt aðgengi að því að öll börn óháð efnahag, óháð félagslegri stöðu, óháð þeim aðstæðum sem þeir búa við, eiga rétt á þessu. Leið, eins og áður segi, komum við að því að ungt fólk
af því að við svona gerum ráð fyrir að þetta er svona flestir sem eiga börn eru yngri kantinum, að koma úr skóla eða bara fara beint út í atvinnulífið, að koma til fótunum, fá þarna þjónustu, og ekki bara þessa þjónustu, heldur aðra þjónustu í Fjarðabyggð, sem hefur verið ágætis samstæð óhæf, við tökum skólamáltíðin til hliðar, þá hefur verið verulega góð samstæð í Fjarðabyggð gegnum tíðina að halda leikskólagjöldum lágum, halda tónskólagjöldum lágum, halda þeim þáttum sem snúa fjölskyldunni lágum. Til þess að ýta undir fyrir fólk, létta barnafólki lífið, létta þeim óháð hjúskaparstöðu hvernig sem létta þeim byrðarnar og gerum leið sveitarfélagi eftirsóknarverða til að búa. Þetta er eitt góð sátt fyrir utan skólamáltíðina. Það hafa orðið að svona pólitísku þrætuepli og eðlilega og allt í góðu með það. Á því bara skoðanamunur milli flokka hvernig að því skuli staðið. En ég hafna því að menn séu í einhverju lántöku sérstaklega í skólamáltíð. Við fórum í auknar fjárfestingar. Það var gert ekki síst í ljósi þess að sveitarfélagið þurfti á því að halda í innviðauppbyggingu sinni, bæði fyrir tengslum við álversuppbygginguna, síðan aftur núna á seinna skeiði. Við gerum það líka til að bregðast við ákvæði ríkisvaldsins það að láta ekki hér allt kólna í COVID-ástandinu. Þá jukum við fjárfestingar, jukum við greiðslu til þess að fjölga sumastörfum og fórum í lántökur á því. Og það er svo sannarlega langt frá Fjarðabyggð hafi verið eitthvað eina sveitarfélag sem það gerir. Við þessu brugðust bara mörg sveitarfélag og brugðust þessum hætti. Síðan fáum við þann verðbólguskell sem nú sem gerir það verkum að við erum í tapi. Við erum samt að komast í gegnum þetta ár með 100 milljóna króna skammtímafjármögnun sem við endurgreiðum á árinu 2024. Þannig að hvort að menn leggja á gjald á skólamáltíðir, jú, það er eitt skref í því að minnka svona rekstrarkostnað. En ég vissum að það eru ótal aðra leiðir sem getum skoðað og rýnt og horft á sem mun hugsanlega skipta meiri sköpum heldur en það. Þannig að kynslóðin sem að fá frítt að borða núna, hvort að hún að borga láni fyrir það, ég held að við ættum að leggja þetta til hliðar. Lántökur okkar hafa verið bundnar við fjárfestingar okkar. En reksturinn þungur í Fjarðabyggð. Það ekki að gerast núna. Fjarðabyggð hefur umfangsmikla þjónustu, umfangsmikið rekstur, sérstaklega landfræðilegar aðstæður og eftir því sem við þroskust og þróumst sem samfélag og leið sjáum hvaða samleið við höfum, hvernig nýtum okkur, þannig aðlögum við reksturinn að því og leið sækjum okkur aukin atvinnutækifæri, fjölgum íbúum. Það grundvöllurinn að framtíðinni fyrir okkur. Og ég nokkuð viss því og það hefur sett að segja að skólaþjónustan í Fjarðabyggð svo ódýrust á landinu og liður í því skólamáltíðin sem gjaldfrjálsar þegar fólk kemur að velja sér búsetukost. Ég trúi því allavega. Þannig að það var ekki fleiri sem vildi bæta í þessu umræðu. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið laust og fundargerðir fræðslunefndar. Það verður engin fleiri hafa ekki kveðið sér hljós, þannig að ég ætla að bera fundargerð fræðslunefndar númer 117 upp til samþykktar og þau sem hann samþykkja vinsælskrifa merki. Og fundargerðin samþykkt með 9 atkvæðum. Næst á dagskrá eru fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar númer 10 og númer 11. Og orðið laust þær fundargerðir og Þuríður Lillý, formaður umhverfis- og skipulagsnefndar, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Frú forseti, kæru bæjarfulltrúar og starfsmenn. Ef ég byrja á fundargerð númer 10, þá það fyrst númer 5.1, starfsmaður Eflu sem kom og kynnti fyrir okkur drög að deiliskipulagi fyrir skíðasvæðið Oddsskarði. Það mjög jákvætt að þá staði sem það komið á. Nefndarmenn höfðu þó nokkrar spurningar varðandi drögin og fólu skipulags- og umhverfisfulltrúa að ræða við skíðafélagið og brettafélagið í Fjarðabyggð, auk staðarhaldara þar sem nefndin telur það fólk þekkja svæðið best og við viljum að allir séu sáttir og sjónarmið þeirra komið til skila. Þannig að við eigum eftir að fá það deiliskipulag til okkar aftur. Síðan var mikið endurnýjanir og lóðalegu samningum. Við erum með mjög
öflugan skipulags- og umhverfisfulltrúa sem fór og fullt í það að láta fólk vita að það væri með útrunnum lóðaleigusamninga, þannig að þeir koma inn til okkar alveg í hrönnum, en það er svo líka bara fínt. En svo kemur mál 522, það er sem sagt beiðni framkvæmdir í Hafnarnesi, en nefndin áréttaði að landið er í einkaeigu og hefur sveitarfélagið því ekki rétt á að fara í framkvæmdir þar. Sveitarfélagið hefur uppfyllt þau ákvæði sem gerð voru í samningi við landeiganda í tengslum við flutning á Franska spítalanum og nefndin fól þó skipulags- og umhverfisfulltrúa að kanna aðstæður með þau huga hvort fólki geti stafað hætta af aðstæðum á svæðinu og vera það í sambandi við þá sem máli varðar. Svo er það 531 sem er ljósmyndasýning á Ægisgötu. Eins og einhverjir hafa kannski tekið eftir þá var settur gámur hérna á N1 túnið okkar við Reyðarfjörð. Nefndin fagnaði tilkomu ljósmyndasýningarinnar en við hefum kannski gjarnan kosið snyrtilegri útfærslu eins og upphaflega var rætt en vonum bara að þetta lukkist vel og við áréttuðum einnig að það væri kannski svona gefnu tilefni ágætt að gámurinn yrði tryggður, svo hann myndi ekki fara að fjúka. Svo er það 532, það er varðandi Páskahelli í Neskaupstað. Við teljum mikilvægt að svæðinu sé haldið við, það sé snyrtilegt og mikilvægu viðhaldi sé sinnt og sem öllu viðhaldi. En það er sumt á þessu svæði komið á tíma. Nefndin óskaði eftir skjótum vinnubrögðum og við vonum að þetta flotta svæði verði komið í gott stand sem allra fyrst. En það varð mikið rusl og eitthvað tjón eftir veðrið og við erum mjög ánægð að fá inn svona ábendingar. Það er að gera að vekja athygli á þessum málum. Svo er það fundur númer 11 og þar er það fyrsta mál á dagskrá sem er Hafnarbraut 38. Þar var farið í grenndarkynningu. Mér fannst mjög leiðilegt ekki að vera hægt að loka grenndarkynningunni með fullkomnri sátt allra aðila en stundum er það bara þannig að það eru ekki allir alveg sáttir en vissulega reyndum við að koma til móts við þær spurningar sem komu og ábendingar. Ábendingarnir voru þó ekki þess eðlis að við töldum að hægt væri að stöðva slíka uppbyggingu í samfélaginu. Þar sem þetta er það sem við höfum kallað eftir, íbúðir í hagkvæmri stærð og við teljum að þetta verði mikil lyftistöng fyrir bæinn og fagnaðarefnið að sé framundan svo mikil uppbygging. Ég vil líka benda á það að nefndin hefur verið með þetta mál inn á borðið hjá sér síðan í júlí og við hefum tekið þetta oft fyrir og við hefum reynt eftir fremsta megni að vinna í samstarfi við umsóknaraðila sem og vilja nefndarmanna með rödd íbúa leiðarljósi það hvernig íbúðirnar væru og bílastæði og allt fram eftir því, svona jafnlangt og við getum gengið af því að það er takmarkað kannski sem maður getur farið fram á. Þannig við reyndum eftir fremsta megni að koma verkefninu í það horf sem við töldum að flestir getur séð sátt Vissulega urðu á mistök við grenndarkynninguna og starfsmenn viðurkenndu það og skiluðu þó strax inn gögnum og skiluðu þeim gögnum sem óskað var eftir meðan á kynningatíma stóð og lærðu bara á þessum mistökum sem að verða ekki aftur. Og samkvæmt aðalskipulagi Fjarðabyggðar sem að gildir 2020 til 2040 mörkuð sú stefna í sveitarfélaginu að í hverfinu sé svigrúm fyrir breytingar á núverandi húsnæði og nýbyggingar sem falli á nýtingu, yfirbragði og þéttleika núverandi byggðar. Jafnframt kemur fram að í hverjum þéttbýliskjarna sé að finna úrval íbúðagerða og aukanar áherslur litlar og hagkvæmar íbúðir, sem er akkúrat það sem þetta var og er. Og ég fór persónulega á Árnafjörð í gær til að skoða þetta mál og þar blasti við mér mjög tignarlegt og fallegt 3 hæða svart hús í auglínu við fyrir hugaðan byggingarstað og þar við hliðina á 2 hæða hótel í rekstri með veitingastað. Þannig að svona eftir að hafa séð þetta þá tel ég að þetta muni falla ágætlega þarna inn en skil samt líka athugasemdir íbúa. En vonandi verður sátt þetta. Svo er það mál númer 13 sem nytjamarkaður í Fjarðabyggð og við tökum heils hugar undir hugmyndir nytjamarkað, sérstaklega á þeim tímum sem við erum í dag. Okkur finnst leiðilegt hvað málið hefur tafist en vonum að sé að koma á samtali milli áhugasamra aðila sem allra fyrst. Svo er það síðast, það er ormahreinsun.
Nefndin hafði áður talað fyrir því að ormaleyfi eru send heim til hunda- og katteigenda og eigendur tækju sjálfir ábyrgð á að ormahreinsa sín dýr en samkvæmt héraðsdýralækni er þetta ekki leyfilegt og þetta var aðeins gert með undantekningum í COVID-faraldrinum. Þannig að því miður þá er ekki hægt að gera þetta á svo stöddu en við munum vinna máli áfram og vonandi verður með tíu og tíma hægt að breyta þessu. Það er ekki fleira, takk. Orðið er laust fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar. Sigurjón Rúnarsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og aðrir bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að koma inn á fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 11 sem haldin var í gær. Eins jákvætt að það er að við séum að afgreiða lóðaumsóknir er mikilvægt að vanda til verka. Íbúar hafa gert athugasemdir sem meðal annars snúa að ógagnsæi og samráðsleysi við íbúa. Það er óboðlegt að ekki sé reynt að ná fram víðtækri sátt með því að taka samtalið og leggja fram þau gögn sem reglur kveða á. Á fundinum í gær lögðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram eftirfarandi bókun vegna úthlutunar byggingarleyfis á lóðunum við Hafnabraut 38 til 42 í Neskaupstað. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð harma niðurstöðu nefndarinnar úthlutun byggingarleyfis á lóðunum Hafnabraut 38 til 42 í Neskaupstað í ljósi óánægju íbúa vegna framkvæmdar grenndarkynningar. Þar sem ekki voru viðhöfð nægilega vönduð vinnubrögð við grenndarkynningu og hún hafi ekki samrýmst reglum Skipulagsstofnunar grenndarkynningar. Samkvæmt athugasemdum hefðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð viljað sjá betri grenndarkynningu vera lagða fyrir íbúa til að ná sátt framkvæmdina. Einnig óskum við hér með eftir að umhverfis- og skipulagsnefnd sækist eftir sátt við íbúa frekari framkvæmdir í Fjarðabyggð og vanda verði til verka við grenndarkynningar og frekari áform breytingar á skipulagi og uppbyggingu innan sveitarfélagsins. Jón Björn bæjarstjóri hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, aðeins kannski í framhaldi af þessari síðustu ræðu hér og þeirri bókun sem lögð var fram í gær við afgreiðslu grenndarkynningar í umhverfis- og skipulagsnefnd. Ég vil nú, já, svo ég segi nú bara eins og er, mér finnst mjög sérstakt að fulltrúi í umhverfis- og skipulagsnefnd í gær hafi lagt fram bókun, þá ekki að gera það, ég ætla ekkert að neitt að slá á strikið, það getur vel verið að viðkomandi fulltrúi eða Sjálfstæðisflokkurinn í heild sé á móti þessari uppbyggingu. Það er bara allt í góðu og ekkert að því. En að menn segi að það sé ekki vönduð vinnubrögð og það er að leggja fram betri grenndarkynningu. Ef menn hafa nú lesið annars vegar það sem hér er lagt fram fyrir nefndina og eðli grenndarkynninga, þá er rétt að hafa það í huga. Það er ávallt og skal ávallt vanda til verka eins og mögulegt er í samtíð grenndarkynningu að leggja fram þau gögn sem eiga að vera til afstöðu til þess að allir sem grenndarkynninguna varða, sem hafa verið skilgreindir þau svæði eða þeir aðilar sem aðkomu svæðinu hafa og hafa með grenndarkynninguna að gera, gefist tækifæri til að koma og framfæra athugasemdum. Þær athugasemdir skulu svo teknar fyrir og metnar út frá þeim reglum sem bak við standa hvort það hafi áhrif á framkvæmdina sem verið að grenndarkynna. Í því geta verið ýmis atriði sem fólk er ekki sátt við en hefur ekki með það að gera í lögum og reglum að það skuli falli frá framkvæmd. Þetta er umræða sem mátt áður. En þau sjónarmið eru samt góð og gegn hjá fólki. Skerðing á útsýni telst ekki í þéttbýli vera nægileg til að falla frá byggingaframkvæmd. Sem dæmi. Skuggavörp þykja aftur á móti geta haft þær aðstæður. Sé ekki kveðið á í deiliskipulagi samræmda húsagerð, samræmt litaval, samræmt efnisval, þá er það ekki nægilegt að hús séu annaðhvort einhvers veginn á litin
og hvort þá það sjálfgefin leið að ef frjálst litaval, þá það ekki nægjanlegt til að fella grenndarkynningu eða byggingaframkvæmdir úr gildi, sem dæmi. Eins og kemur fram í þessari grenndarkynningu sem þarna var lögð fram og samþykkt var 21. september og var sett fram með skýringarmynd og greinargerð og auglýst frá 4. október til 1. nóvember. Í þenni kemur fram og sé óskað eftir frekari gögnum, þá verði þau að sjálfsögðu látin af hendi. Og undir þetta skrifuðu starfsmenn okkar sem með máli fara. Þeir, eins og kemur fram í greinargerðinni sem þessu fylgir, brugðust við, hefðu kosið að setja fram ennþá ítarlegri gögn, en brugðust strax við og útdeildu þeim gögnum. Athugasemdir sem framkoma þetta 3 ár, sem þekkja og nú með þess að kominu til fjölmiðla í umfjöllun. Nefndin fór yfir þær eftir að búið að fara yfir umhverfis- og skipulagssviði. Þær féllu að ýmsum málum að þeir falli ekki að þessu hverfi, húsin séu stór, þau séu með litum og annars slíkt, allt saman eðlileg og góð og gagnrýnd rök, en ekki rök sem nefndin getur byggt á. Í aðalskipulagi okkar, að því þetta hverfi ekki deiliskipulag, þess að vera grenndarkynna byggingaframkvæmd. Lóðhlutunum fór fram að því þetta lóðir sem teiknaðar eru eftir á til þéttingar byggðar, samþykkt sem farið var í á síðasta kjörtímabili, að þétta byggð á Norðfirði, að því að þar vantar deiliskipulag hverfi í meira magni, og lóðum úthlutað, grenndarkynningar svo á byggingaframkvæmdum. Það athugasemdir sem þetta kemur að því að aðalskipulagið tekur af það að skipulagslögin náttúrulega, hvað var það skipulagslögin og skipulagsskyldu, þá heimilt að víkja frá deiliskipulagsskyldu vegna staka framkvæmdir byggðum hverfum, þar sem deiliskipulag ekki fyrir hendi eins og á þessum svæði í Norðfirði. Ef fyrirhuguð framkvæmd víkur ekki verulegum atriðum frá notkun nýtingarhlutfalli yfirbragði hverfisins og aðalskipulag hefur tekið á því að það skuli mörkuð sú stefna í því núna, aðalskipulagi sem bæjarstjórn samþykkti hér í fyrra, að hverfinu svigrúm fyrir breytingar á núverandi húsnæði og nýbyggingar sem falla nýtingu yfirbragð og þéttleika núverandi byggðar og að í hverjum þéttbýliskerfi sé að finna úrval íbúðagerð og aukna áherslu á litlar og hagkvæmar íbúðir. Þannig að grenndarkynningar í eðli sínu fela í sér það skal gefa öllum tækifæri að koma á athugasemdum og framfæri. Það athugasemdir sem fjalla tekið tillit til þeirra, en það ekki alltaf víst að náist fullkomin sátt. Það verra. En mér finnst hart að menn segja hér hreint út að menn hafa ekki staðið sig í grenndarkynningu. Menn hafa ekki skilað nógu góðum gögnum. Grenndarkynningi sé nógu vel unnin. Það var brugðist við því á allan þann hátt sem óskað var eftir. Ef menn á móti þessari uppbyggingu, þá miklu heiðarlega að segja að menn ekki að draga starfsmenn inn í það hér, að þeir hafa ekki staðið sig í stykki. Þá það bara allt í lagi. Ef menn á móti þessari uppbyggingu eða þessari staðsetningu eða eitthvað annur uppbyggingu, þá það bara pólitík sem bara rétt og gott að taka umræðum. En mér finnst það vera aðal efni í þessu. En engu að síður fagnaðarefni að það mikil uppbygging, hún nauðsynleg. Þetta hluti sem við höfum beðið eftir. Starfsmenn munu eiga fundi með aðilum til þess að fara yfir framkvæmd grenndarkynningar. Við munum funda með þeim aðila sem sendi þá athugasemdir til þess að fara bara yfir. Það athugasemdir og hvað það var sem honum fannst skorta þá eftir hann fékk frekari gögn. Eitthvað væri að sjálfsögðu verður það gert og reynt eins og alltaf að hafa sem best samskipti við fólk. Það alveg jafn mikið inntak í þessari grenndarkynningu sem öðrum. En það getur verið að það náist ekki alltaf fullkomin sátt framkvæmdir því miður, en þau séu þá þær athugasemdir séu teknar til umfjöllunar og fjalla þær og stuðst í þær eins og að gera svona lög og svona. Það var ekki leira. Orðið laust fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Já, ok. Fyrir Lilli hefur beðið orðið. Maður umhverfis- og skipulagsnefndar. Gjörðu svo vel. Sáðu mér ekki. Já, frú forseti, fulltrúar, bara eitt sem mig langar að því að nú búið að tala þetta bæði fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í gær
og svo aftur núna. Og mér langar bara að biðja ykkur að segja mér það hvað það sem að þið teljið að hafi verið gert svona illa og óvandað. Hvað það sem að voru svona óvöndu vinnubrögð og illa gert af starfsmönnum? Takk. Orðið er laust umhverfis- og skipulagsnefnd. Já, Þórdís Mjöll biður orðið, gjörðu svo vel. Eins og kannski við tókum fyrir hérna þá náttúrulega vildum við ekki fá þessa fundagerð hérna inn vegna þess að við vorum bara ekki búin að kynna okkur nægilega vel fundagerðina fyrir. Þannig að við náttúrulega samþykktum ekki að fara í þetta. En okkur skilst að það bara hafi verið óskað eftir ítarlegri gögnum sem hafi ekki orðið við á réttu tíma og þess vegna verið að gagnrýna þetta. En við að sjálfsögðu fögnum öllum uppbyggingu og allt þetta, það alveg verið að gagnrýna sem sagt grenndarkynninguna sjálfa. Takk. Orðið er laust. Nú ertu búin að fara tvisvar sinnum upp. Það var ekki beint spurning. Það var ekki beint spurningur til þín, en þá ætti ég bara aðeins að kveða með ljós. Bara eins og bæði Þuríður, Lillý og Jón Björn hafa komið inn á, þá var óskað eftir frekari gögnum og starfsmenn sendu þessi gögn. Og alltaf í lok grenndarkynningar stendur að ef það eru fleiri, ef óskar eftir fleiri gögnum þá hafa samband sem var gert og því var svarað. Þannig ég ætla nú ekki að fara meira ofan í það, það er nú búið að ræða þetta fram og tilbaka hérna, en ég ætla hins vegar að bera þessar fundagerðir upp til samþykkta og þau sem hana samþykja gefa merki og þessar fundagerðir eru samþykktar með 9 atkvæðum. Næst á dagskrá liður 6 sem eru fundagerðir hafnarstjórnar númer 286 og 287 og orðið er laust þær fundagerðir. Enginn hefur kveðið sér hljóðs og þá ber ég fundagerðir hafnarstjórnar upp til samþykktar og þau sem hana samþykja gefa merki. Fundagerðir eru samþykktar með 9 atkvæðum. Nú erum við komin að almennum málum og það er liður númer 7 og Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri, mun mæla fyrir þessum lið, gjörðu svo vel. Afsakið, lið 9. Hjá mér er þetta 7. Já, það er allan að komið að liðnum útsvar 2023. Gjörðu þið svo vel. Forseti, ég hugsa að segja nokkuð til í því að áherslu eftir uppfæra vegna þess að bættist inn 2 og öll númerröðin breyttist. Þannig að það er sérst komið að framlagningu tillögu hér útsvar fyrir árið 2023. Eins og menn þekkja við fyrir umræðu þá er lagður fram tillaga og hún kemur frá bæjarráð. Bæjarráð hefur samþykkt fyrir sitt leyti tillögu og vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar um að álagningarhlutfall útsvars árið 2023 verði hámarksútsvar. Það er 14,52% af útsvarsstofni í Fjarðabyggð, líkt og verið hefur langt skeið. Tillaga þessi er í samræmi við 24. grein laga um tekjustofn sveitarfélaga númer 4 frá 1995. Og það er svona ekki fleiri þetta að segja. Þetta er mjög einföld tillaga, forseti, sem ég er búin að mæla fyrir. Takk fyrir það. Orðið er laust lið númer 9. En enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar álagningar hlutfall útsvars verði hámark útsvar, þar að segja 14,52% að útsvarsstofni í Fjarðabyggð árið 2023 og þau sem samþykja gefa merki og það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið númer 10 og það er gjaldskrá fasteignagjalda fyrir árið 2023 og Jón Björn bæjarstjóri mun mæla fyrir þeim lið, gjörðu svo vel. Já, forseti,
Nú ég að endurhlaða þetta hér inn í síma hjá mér, þar sem talva mín í bilu, þá ég nota styðst í síman, ég biðst afsökunar, það verður augnablik. En eins og áður segir, hér var mælt fyrir við fyrri umræðu, þá gert ráð fyrir því að álagningar hlutfall fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði fasteignagjalda á íbúðarhúsnæði Fjarðabyggð, þetta var mikill tungubrjótur hjá mér, lækki úr 0,48 í álagningarstöðu 0,4 til 4. Sem megin breyting á þessari álagningu og þessu jafnframt fylgir breyting leið á hækkun á tekjuviðmiðum þeirra sem afslátt fá, það eldra fólks og öryrkja. Tillagan með hefðbundnum hætti og ég ætla að fara hér yfir forsendur hennar í hér eins og hún sett á hans að lesa hana kannski orðið til orðs. En þá hér lagt til og bæjarráð hefur samþykkt fyrir sitt leyti og vísaði hér til afgreiðslu bæjarstjórnar í dag tillögu að svohljóðandi álagningu og reglum þá leið afslátt til elli- og örorkulífeyrisþega fyrir árið 2023. Álagning fasteignagjalda verður þá sem hér segir í tillögu þessari, fasteignaskattur A, íbúðarhúsnæðis og áður segir sem fyrir þá lækkandi 0,4 til 4, fasteignaskattur B 1,32 af húsmati og lóðamati í þessum tilvikum, fasteignaskattur C verði 1,65% og það eins og menn þekkja, það eru skýringar undir hvað felur í sér A, B og C. Lóðarlega íbúðarhúsnæðis verði 0,7% af lóðarhlutamati, lóðarlega atvinnuhúsnæðis verði 3% af lóðarhlutamati, fastgjald verði 5.500 kr. á hverja veitu eða hverja einingu og síðan 415 kr. á hvern fermetra. Fráveitugjald verði 0,275% af húsmati, sorphreinsunargjald verði 33.446 kr. á heimili og sorpeyðingjald 23.000 kr. á heimili. Taka með það reikningin, þetta það forsendur sem við vinnum með nú, en eftir að taka vinnu í þessum málaflokki milli umræðna, af því að þarna eru breytingar framundan óhjákvæmilega inn í framtíðina með nýrri lagasetningu út frá því sem greitt til það sem urðað Fjöldi gjalda, fasteignagjalda verður 10 mánaðar 1. febrúar og einn dagi síðasti virkidagur gjaldaða mánaðar. Síðan ef við förum aðeins yfir í reglur afsláttinn af fasteignaskatti fyrir eldra fólk og örorkulífeyrisþega, þá það svohljóðandi tekjulág með ellilífeyrisþegum 67 ára eldri sem og örorkulífeyrisþegum með fulla örorku 75% fyrir 1. janúar 2021 sem eiga lögheimili í Fjarðabyggð veittur afsláttur af fasteignaskatti samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar ár hvert og reglum þessum samanber heimild í 4. málsgrein 5. grein laga nr. 4 frá árinu 1995 tekjustum og sveitarfélaga. Niðurfelling fasteignaskatts var tekjutengd og miðað við árstekjur 2021 samanber álagningu skattstjóra þess árs og sem hér segir einstaklingar með brúttótekjur allt að krónur 5.901.857 krónur eða 100% afsláttur og brúttótekjur yfir 7.805.071 engin afsláttur. Hjón og samskattað sambýlisfólk, brúttótekjur allt að krónur 8.964.169 veita fullan afslátt og brúttótekjur yfir 10.713.384 krónur veita engan afslátt. Afsláttur af fasteignaskatti tekjutengdur og allt að krónur 88.624, afsláttur hlutfallslegur og reiknaður fasteignaskatti viðkomandi eignar. Tekið tillit til allra skattskyldra tekna, þar með talið eign- og fjármagnstekna síðastliðins árs samkvæmt skattframtali. Miðað við sameiginlegar tekjur hjóna og samskattaðs sambýlisfólks. Og síðan hér aðrar þær reglur aðrar þær greinar frá 2 upp í 5 sem menn þekkja sem eru óbreyttar frá liðnum árum. Þannig að þetta svo tillaga sem hér lögð fram álagningu fasteignagjalda fyrir árið 2023. Takk fyrir það, forseti. Orðið laust gjaldskrá fasteignaskatts fyrir árið 2023. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar gjaldskrá fasteignagjalda fyrir árið 2023 og reglur afslátt til eldri borgara og örorkulífeyrisþega fyrir árið 2023. Og þeir sem það samþykkja gefa merki og það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru komin að síðasta liðnum sem eru breytingar á deiluskipulagi Mjóarahafnar. En hér að ræða tillögu sem kemur frá umhverfis- og skipulagsnefnd og hér til afgreiðslu. Þetta var einnig lagt fyrir hafnarstjórn í gær. Tillagan snýst að deiluskipulag Mjóarahafnar verði auglýst samanber 41. grein skipulagslaga og orðið laust þá tillögu.
Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég upp tillöguna og þau sem hana samþykkja gefa merki. Og það samþykkt með 9 atkvæðum að auglýsa deiluskipulag Mjóararhafnar samanber 41. grein skipulagslaga. En þá dagskrá fundarins tæmd og næst verður boðað til bæjarstjórnarfundar 24. nóvember með dagskrá. Ég þakka fyrir fundarsetuna og þátttöku á fundinum og segi hér með fundi slitið. Takk fyrir.